Við höldum áfram að tala minnihlutaárásina og nú ætlum við að sjá nokkuð dæmi úr tefldum skákum. Við byrjum á því að sjá dæmi úr skák með Capablanca, fyrrverandi heimsmeistaranum. Hann er hérna tefla gegn Harry Golombek, Capablanca með hvítt og Golombek lék í þessari stöðu hérna riddari D7, bara til þess að létta á stöðunni og fá uppskipt af mönnum. Og Capablanca er tilbúin í minnihlutaárásina á drottningavægnum en ákvað að undirbúa aðeins betur fyrst og lék hrókur eftir C1. Þá eru uppskipt á E5 og svartur lék þá biskup D6, bara til þess að fara í uppskipt af fleiri mönnum. Capablanca mata svo að uppskipti hér væri góð fyrir hann því að svörtu mennir standi ekki alveg nógu vel til þess að stoppa minnihlutaárásina, sem svartur er ekki búinn að leika A6 til þess að valda B5 reytin og svarti riddarinn er líka svolítið langt í burtu. Þannig að hvítur drap á D6 og lék svo B5. Eins og við höfum talað áður þá er planið í minnihlutaárásinni að reyna að búa til veikleika í svörtu stöðunni, annarkvort með því að drepa peðið á C6 og skilja það síðan eftir bakstætt, eða fá svartan til að drepa hvíta peðið á móti og skilja það eftir veikleika á B7 og D5 og það var einmitt það sem gerðist í skákinni. Capablanca drap tilbaka með drottningu og nú sjáum við að veikleikarnir í svörtu peðastöðunni eru farnir að vera svolítið erfiðir á meðan hvíta peðastaðan er mjög traust og engi sjáanlega veikleika þar. Svartur lék riddari E6 í þessum stöðu sem er dálítið lúmskuleikur, skilur peðið eftir í uppnámi á B7 en ef að hvítur drepur það þá gæti svartur líklega reynt hrókur B8 og hvíta drottningin er í smá vandræðum. Þannig að Capablanca byrjaði á því að leika riddari C3, hótar D5 peðinu og eftir að það var valdað þá tók hann peðið á B7 og nú sjáum við eftir hrókur B8 þá sleppur drottningin út með því að drepa peðið á D5. Svartur lék drottninga A3 og þá tók Capablanca annað peð á D5 en gefur peðið á A2 í staðinn. Nú sjáum við að Capablanca er peði yfir með frábæra peðastöðu á miðborðinu og kóngsvagnum og hann kláraði skákina með að leggja þessar stöðu riddari B4, hóta drottningunni og svo riddari C6 og það var hér sem að Golombek bara gafst hreinlega upp. Hann sá enga leið til þess að stoppa hvítu peðan á miðborðinu og yfirburði hvíts á drottningavægnum. Kíkjum þá á næsta dæmi og þá erum við með stöðu úr skák Arnold Denkers gegn Israel Horovitz og í þessari stöðu hér á hvítuleik og við sjáum að hvítur er tilbúin í minnihlutaárás á drottningavægnum. Hann er tilbúin að leika B5 og sækja á peðið á C-línunni með hrókunni sínum á C1 og C3. Riddarinn stendur mjög vel á D3, getur hoppað á C5 eða E5 eða B4 eða F4 eftir atvikum. Þannig að hvítur lék B5 í þessari stöðu og svartur verður að bregðast einhvern veginn við þessu. Þannig að hann drap hérna á B5. Og við þetta þá þetta opnast C-línan og eins og í dæminu áðan B7 og D5 geta orðið mjög veik. Hvítur drap tilbaka og nú sjáum við hvernig svartur er í erfiðleikum með að stoppa árás hvítu mannanna. Svartur reyndi hrókur D7, auðvitað bara til þess að valda peðið sitt og halda valdið þessu peðið hér og hvítur lék þá hrókur C8 skák. Svartur drap þetta og eftir hrókudrepur C8 skák kom biskup F8. Og hérna sjáum við að svartur er svona passífur eins og við segjum. Mennirnir hans eru mjög varnarsinnaðir. Hvernig kemst hvítur áfram? Hvítur lék riddari C5, bætir einu mann í sóknina, hótar hróknum, hótar peðin á B7. Svartur hrókur fór á D8, hvítur drap, drottning drepur og drottning drepur B7 og hvítur er búinn að vinna peð eins og planið var allan tíman í minnihlutaárásinni. Svartur reyndi A5 en þá kom riddari D7, H5 og drottning drepur D5 og annað peðið fallið og hvítur vann auðveldlega stuttu síðar. Við skulum enda á því að sjá dæmi minnihlutaárásina hjá svörtum. Já, eins og við töluðum svartur getur líka sótt áfram með minnihlutaárásinni og hér erum við með stöðu úr skák eins besta stöðulega skákmannssögunar, Tigran Petrosyan, fyrrverandi heimsmeistara. Hann er hérna með svart gegn skákmanni sem hét Smilga og í þessari stöðu hér á svartur leik og leikur hér B5 til þess að undirbúa minnihlutaárásina. Hann er með 2 peð hér á móti sterkri peðakeðju og eina leiðin fyrir svartan til að brjóta sig gegn á drottningavægnum er að reyna að leika B4 eins og í minnihlutaárásinni. Hvítur aftur á móti er búinn að sækja á kóngsvagnum. Hann er búinn að ýta peðunum sínu fram á F og G-línunni og hann er möguleika að leika eins og hrókur H3 og drottning H4 og reyna að máta
En svarta staðan traust, sterkir riddarinn á E4 sem valdaður riddar á D6, biskupinn á F8 allir fínir varnarmenn. Þannig að hér þetta hálfgert kapphlaup hvorur á undan, hvítur að máta á kóngsvagnum eða svartur að búa til veikleika á drottningvagnum. Hvítur ákvað að bregðast við þessu með að leika H4. Planið að leika H5 og reyna að opna H-línuna. Svartur leik þá riddari F7 til þess að létta á stöðunni aðeins og draga tennurnar úr hvítusókninni. Hvítur leik kóngur G2, þá drap Petrosian á E5 og eftir D-drapur E5 þá leika hann A5. Eins og vorum að tala áðan, planið að leika B4, búið til veikleika hérna á C3. Hvítur leikir þessari stöðu drottning E2, hóta peðin á B5 og svartur leik B4 og nú komin hótun strax hér og hvítur leik biskup D4. Biskupin lítur vel út á D4 til að valda C3 peðið og hér leik svartur hrókur fyrir ekki E til C8. Eins og með Capablanca þá þetta gott að undirbúa sóknina vel, koma öllum mönnunum vel fyrir áður en maður brýst í gegn, ekki flýta svona mikið. Hvítur leik hérna H5, þetta farið að líta dálítið hættulega út fyrir svartan, en svartur ekki hræddur, hann leikur A4 og hérna sjáum við svona annan þátt í minnihlutaárásinni, það líka hægt að veikja stöðuna enn meira með að leika A-peðun áfram líka, það ráðast að bæði peðun á sama tíma. Hvítur leik núna riddardrepur E4, D-drepur E4, nú svartur komið með valda frípeð og hrókur H3. Ef hvítur fengi að leika núna nokkur leikjum, þá var hann að fara að leika hrókur H1, drepa hér og skáka H8. Sjáum hvað svartur gerir við þessu. Hann leikur A3, hvítur drap á G6, H-drap á G6 og nú leik hvítur hrókur C1. Hvað hefði gerst eftir hrókur H1? Jú, svartur getur leikið bara leika eins og biskup G7, valdar allt, hvítur kemst eiginlega ekkert í gegn. Þannig að hrókur C1 reynir að styrkja vörnina og þá drap svartur á B2, drottning drepur B2 og drottning C4 og nú sjáum við að veikleikar hvíts á drottningvagnum eru virkilega farnir að segja til sín. Hann eiginlega hættur við sóknina sína á kóngsvagnum og farin í vörn og það kann ekki góður leik að stýra. Nú hótar svartur að drepa peðið á A2 með hrók og vinna drottninguna, þannig að hvítur leik hrókur C2 en hér einfaldlega bara ómikið álag á hvítumörnunum og hér klára Petrosian skákina með skemmtilegur fléttu, drepur hérna, fyrirgefur leikur hérna fyrst hrókur A3, hóta peðina á C3, þá kom hrókur E3 og þá drepur hérna á A2 og eftir drottningdrepur A2 kemur B3, gaflar drottningur hrók og nær síðan uppskiptum og þá sjáum við vandamáli á hvítum að peðið á C3 leppur vegna stöðu drottningarinnar á C2 og Petrosian bara einfaldlega drap biskupinn á D4 og vann skákina sannfærandi vegna þess eftir drap tilbaka þá fellur drottningin á C2. Og þetta voru nokkur dæmi minnihlutaárásina þar sem hún gekk fullkomlega upp og ég mæli með að kíkja á næsta myndband þar sem við sjáum hvernig þetta verjast minnihlutaárásinni. Takk fyrir.